Þetta aðalinkoman. Hérna við löpum þessa götu aðan hérna. Þá þetta aðalinkoman. Nei, þetta aðalhúsið, er það ekki? Þetta sennilega sko gamla húsið, hérna með ásunum, ekki? Hvar eiginlega þessi starfsmenn Vesturlandsskóla? Ég hef ekki sett táknið þetta að Undarlegt. Mikið ófremdarástand skapaðist á Norðurlandi í lok júlímánaðar þegar óvænt kom upp úr krafsinu að 1000. plantan hjá Norðurlandsskógum var horfin. Allir starfsmenn Norðurlandsskóga voru gerðir út af örkinni til að leita að þessari einu plöntu. Á meðan stöðvuðust hjól atvinnulífsins og enn átti eftir að planta 4000 plöntum þegar hjálpin barst loks austan af Fljótsdalshéraði. Já, við fréttum með þessu ófremdarástandi sem skapast hér á svæðinu og brugðumst skjótt við héraðsmenn og við hérna skógarmenn og Hallumstað skelltum okkur strax af stað hingað norður til þess að koma niður þessum plöntum. Ég er sjálfur búinn að planta núna billinum 5.000 og 6.000 plöntum í dag og dagur rétt hálfnaður. Og þetta passa ágætlega fyrir okkur hér því að við allt er búið hjá okkur Hallumstaðarbúum, skógadagurinn búinn og þá er ráð að drífa sig í gróðursetning hér á Norðurlandi. Þetta nú þannig í þetta lífverðni að maður verður nú að hjálpa þeim sem minna mega sín og að sjálfsögðu leggjum við hönd á plóg. Já, mér fannst bara sjálfsagt að hjálpa vinum okkar hérna hjá Norðurlandsskógum. Sýna þeim þá virðingu að aðstoða með þessar 400.000 plöntur hérna. Það er ekki það mikið að gera hjá okkur. Já, ég eiginlega skil ekki ekkur maður sendir hingað. Ég er nú bara skrifstofudama sko, hjá hér á Austurlandsskógum. Svo maður bara sendir hérna norður að planta og ég á að planta 1000 plöntum. Ég heyrði nú sko að ráðuneytisfólki ætlaði að redda þessu. Það er ekki hér sko. Hér er sko vörstubykki sko. Já, það. Það er nú fallegt á Norðurlandi, þá vantir nú allar gróðurinn. Má ekki bjóða þér brjóstsykur? Jú, takk. Ja, það hlaut að koma að því að við myndum finna eitt tré sem að nær mannshæð og það á Norðurlandi. Við erum að gróðursetja hér 40.000 plöntur í dag, örfá af Austurlandi og svo höfum við heyrt að allt Norðurlandsskógafólkið sé á Silfrastöðum í dag að gróðursetja eina umhyggjarsplöntu. Hér er sko vörstubykki sko. Já, það. Það voru síðasta plantan. Plantan númer 4.000.001. Takk fyrir. Lerkisveppur á Suðurlandi.
Palli minn, ert þú ekki rangur maður? Á röngum tíma. Á vitlausu svæði. Já, við erum staddir hérna á Bakka í Bjarnarfirði hjá Arnlínu Ólafsdóttur, skógfræðingi. Og við höfum verið að fræðast hérna jörðina hjá henni og skógræktina. Það gengur ljómandi vel hjá henni og hún er hérna með þetta. Já, hún er hérna búin að vera að sýna okkur hérna skógræktina og það er ýmsar tegundir hérna sem eru bara gullfallegar og bara svona svo gengur og gerist og gengur þetta misvel. Nú erum við komin hérna niður í skógræktina hjá Arnlín, þannig eru Eyrarnar og ég ætla að leyfa þeim Sigvalda og Arnlín að taka yfir. Svo þetta er silur. Ég meina, sérðu þessar planta hér, hún fyrir niður meters há, 1980. Já. Þessi fyrir 1996. Já. Nú 30 cm. Já. Það er góð vöxtur í honum. Já. Þetta kom Matti með frá Normandí. Segirðu Normandí? Já, þetta er frá Normandí. Matti kom með haustgræðling, hann kom með svona í nóvember frá Normandí. Hann stakk niður í gróðurhúsinu mínu. Fór ég ekkert í gróðurhúsið svolítinn tíma. Þegar ég kom þar inn í febrúar þá bara slóst þetta í andlitið á mér. Það var bara febrúar mars. Þetta eru langstærstu ársbrota sem er nokkuð tíma verið á þessu. Þetta er sem sagt svartgreni. Þetta, mér finnst þetta nú eiginlega, eins og þú sagði, flottari heldur en frá Nýfundnalandi. Það er ömurlegt á Nýfundnalandi. Já, þetta er bara verulega glæsilegt og er að vaxa vel. Og hérna er náttúrulega sko hindber. Þessi spretta þau vel hérna. Já, það er skógurinn. Sæt og góð. Þau komið uppalega... Er þau ekki snemma á ferðinni? Þau komið uppalega frá Frakklandi, ég ætla að byrja að segja ekki nokkur manni frá því. Já, það er bannað. Að koma með frá Frakklandi, það hlýtur að vera bannað. Þetta eru þessar feitu gúrkur. Já, þessar þau eru zucchini. Hvenær verður þetta tilbúið? Það er svona rétt að koma, ég er að taka blómin af þeim svo hún ekki. Ég er búin að prófa, það er mjög gott. Ítalir taka þetta á djúpsteikja blómin. Þetta var gífurlega frjósamt henni höfður. Og þá kveðjum við hér í Bjarnarfirði. Þetta er Sigvaldi Ásgeirsson sem var staddur í Bjarnarfirði í heimsókn hjá Arnlínu Ólafsdóttur. Ólafsdóttur, já. Fyrirgefðu. Já. Á Fljótsdalshéraði býr harðduglegt og handlagið fólk. Það er í nánu sambandi við náttúruna og kann að nýta sér hana til hins ítrasta.